Fyrst ætla ég að setja fríkvensifallið í J12 og eins og stendur í bókinni setjum við J2 til J5 í blokk. Við þurfum að gera það þegar við setjum fríkvensifallið. Það er svokallað RF-fall, við getum ekki sett formúlu og afritað hana. Þetta þurfum að gera þetta svona. Og við förum hér í FX-hnappinn og fríkvensifallið er hér. Og ég dreg yfir allt svæðið hér og síðan dreg ég yfir endamörkin. Svona. Það er eyða hér en hún á að vera. Og ég má ekki smella hér á OK. Þetta ýti ég á Ctrl, Shift og Enter. Og þá er ég búin að flokka tölurnar. Það eru 19 bílar sem aka á þessum hraða. Endamörkin eru hér. Það er 81 til 90, 91 til 100. Það eru 8 bílar sem aka á þessum hraða hér. Og safntíðnin er sama sem þessi hér tala. Og Enter. Og síðan er næsta formúla, hún er þessi hér tala, pluss þessi hér. Hérna get ég ýtt á Ctrl og Enter og afrita niður. Þetta eru 60 bílar, eins og stendur hérna. Og það eru hérna 41 sem aka þá á bilinu 81 til 100, 52 sem aka á 81 til 110 og svo framvegis. Hlutfallstíðnina reikna ég út þannig að ég smelli hér í. Þeir eru 19 bílar og ég deili með F13, fjölda bíla. Ég ýti hér á F4, Ctrl og Enter og afrita niður. Það er sem sagt 13,3% sem aka á þessum hraða og svo framvegis. Samanlögð hlutfallstíðni, hún er sama sem þessi tala hér. Síðan kemur næsta formúla, þessi tala hér pluss þessi, Ctrl og Enter og ég afrita niður. Ég sýni ykkur í öðru myndskeiði hvernig við útbúum myndritið, en ég ætla að vista.